það varði eitthvað umræðinni það sem að var frá kannski svona meira progressive fólki sem að var það var ekki leyft neitt samtal það var ekki leyft samtal og það var ekki leyft að hlusta á áhyggjur eitthvað ég man eftir því að samtöl eru alveg sársaukafull það vita allir sem hafa verið í nánu sambandi eða hjónabundi stundum kemur eitthvað og talar eitthvað við mig sem að ég bara verulega þú veist, ok, ég vissi ekki ég væri þannig eða þú veist, ég að virða skoðanir annarra það var mjög erfitt að eiga samtali ég man eftir samtali fyrir mörgum árum á líðandi stundu eða eitthvað sem var sjónvarpsþáttur á RÚV það sem var að vera að ræða það hvort það ætti að leyfa samkynhneigðum að ættleiða börn og það voru aðalega að vera að fjalla samkynhneigða kallmenn sem voru svona umdeildir í samfélaginu þá og það var alveg sársökafullt fyrir alla og sérstaklega fyrir samkynhneigða kallmenn það var alveg sársökafullt þannig að fólk sagði stundum eitthvað í þessu samtali sem var bara kannski særandi en það þurfti að gangi í gegnum það og þetta manalegt eftir þess að ég horfði á þetta og ég hafði alist upp svolítið með foreldrum sem að voru freka progressive þegar að koma að samkynhneigðum þannig að ég þekkti rosalega mikið af samkynhneigðum kallmönnum í minni barnæsku þau voru svona í hárgreiðslum og margir unnu og margir unnu hjá þeim á hárgreiðslustofum og margir vini mínir í dag og ég man að voru alveg bara rosalega sárir og ég man alveg eftir einu þeirra sem var í þessum þætti og hann var bara verulega sár og þetta var alveg erfitt samtal en við eigum flottustu fyrirmyndina baráttumál eigum við hjá samkynhneigðum kallmönnum sem að voru svo mikið tilbúnir til að taka ótrúlega erfið samtöl sem að fólk skildi þá ekki fannst þeir ógeðslegir og alls konar og jafnvel að mæta Gunnar í krossinum og mæta í þætti og mæta ykkur sem þeir upplýðu sem fávisku og þurfa að hlusta á það og þurfa meira að segja það var það sem þeir áttu líka að bera virðingu fyrir því og stundum voru þeir þessir samkynhneigðu kallmenn vinir mínir stundum voru í dag höfum við svona að voga að finnast erfitt að barnið sé hommi eða eitthvað en kannski mér myndi ekki finnast erfitt kannski finnst ykkur það erfitt kannski það bara eitthvað sem á að hlusta á kannski finnst ykkur þetta erfitt og að þora ekki að taka samfélag þannig að við ákvæðum bara að því að þau eru sársaukafull og þau geta verið særandi þá ákvæðum við í eitthvað tíma að bara vilja ekki, bara nei, þessi bara, við viljum ekki taka þetta samtal og það var alveg svona skipulagt, það var bara, það var svo rosalega hefti ég hef rétt fyrir mér, þannig ég þarf ekki að heyra sjónarmið sem bara erfitt að heyra. En það er einn svona progressive hugmyndin einhvern veginn sem hefur fengið að grassera á undanförnum áratugum er að þá kemur þessi hugmynd úr félagsvísindadeildum háskólana að það sé engin munur á körlum og konum, þetta sé eini munurinn sem sagt félagsmótaður og þessi hugmynd sem við höfum búið til að það sé munur og þess að átt að hætta að vera með bleikt og blátt á fæðingadeildinni því að það má alls ekki vera óta þessu að okkur því að þetta er vond hugmynd að tala kynin sem ólík þetta er náttúrulega bara rugl hugmynd sem hefur fengið að ganga allt og langt þegar kynin eru í grunninn og hann er það þversagnarkennt, ef það er engin munur á kynninum, akkur þarf það að transitiona. Það er munur, allavega þau upplöðu eitthvað munskilur eða spárið þannig. En ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér að það sem hefur vantað í þessu er að við höfum þórað að taka svona eitthvað samtal. Ég veit að það er einn aðili hér á Íslandi, Eldur Smári Kristinsson, sem er búin að vera svona genderkritikal eins og það heitir, að gaggrina þessa hugmyndafræði rosa mikið og hann hefur ekki fengið neinstaðar, þó hann hafi verið gerður að formann í samtakana 22 eða LGB samtakana og svona sem eru samtök homma og lesbía en ekki GQT eitthvað svona þá fær hann aldrei, það er alltaf fjallað hann sem mikinn hatursmann en hann fær aldrei að koma að einhverju samtali einhvers staðar og sem væri eðlilegt kannski að hann og formaður samtakana 78 og eru í einhverju sjónvarpsþætti að ræða málin eða eitthvað þannig. Þetta er bara, það er búið ákveða, nei, hann hefur bara ránt fyrir sér og þetta samtal verður aldrei tekið við þennan mann. Það er hann samkynhneigður? Já. Þeir eru bara svo hugrakir að taka umræður sem ótrúlega sársaukafull.